Við erum hér með Aron Dag Jóhannsson, markmann KA sem nýkominn heim af reynslu hjá Nordsjælland í Danmörku. Við ætlum aðeins að spyrja Aron hvernig þetta kom til og hvernig gekk og hvert framhaldið Aron, hvað segir ykkur fyrst? Hvernig kom þetta til að þú ferð út til Nordsjælland núna í sumar og á reynslu? Það kom til að vera umboðsmaður sem hafði samið mig eftir undankeppni EM á Íslandi í nóvember og við erum búin að vera í sambandi síðan bara og það kom upp bara að þeim vantaði markmann og hann spurði hvort ég var ekki til að kíkja út. Og hvernig var að fara út svona, þetta er frekar stór klúbbur í Danmörku og búin að vera að vinna sig upp og hvernig líkaði vistinn? Hún var bara mjög góð sko, allt bara mjög svona professional í kringum þetta og já, mjög flott. Og markmannsþjálfunin góð? Já, hann geggjuð. Þeir eru nýbúin að fá nýja markmannsþjálfara sem var í Midtjylland og hann er búinn að koma mörgum markmönnum sem voru kannski á ekki hæsta leveli upp á hæsta level. Þannig hann er mjög góður. Og þú sjálfur gætirðu séð þig í framtíðinni taka fyrsta skref í atvinnumennsku og taka það til Danmerkur? Já, ég get alveg séð það. En þú fórst nú til Stoke líka fyrir í vetur og hvernig er svona samanburður hann á milli? Já, það er gríðarlega stór munur sko. Eins og í Danmörku það er allir miklu meira svona vinarlegir og vilja vera vinninir og kannski í Englandi það er miklu harðari samkeppni kannski sæti og svona og boltinn er líka miklu meira svona líkamlegri eða svona physical heldur en í Danmörku. Ég vilja spila boltanum mikið og svona. Þú ert ekki nema 17 ára gamall og fyrsta ári í öðrum flokki og búinn að spila með þeim í allt sumar og hvernig sérðu þetta svona framtíðina fyrir þig? Hvað er Aron eftir 10 ár? Aron eftir 10 ár, það er góð spurning. Ég stefni bara ná sem hæsta level og bara gera mitt besta, sé hvað það tekur mig. Og kannski örlítið að landsliðsverkefnum, þú ert nú búinn að vera að spila með yngri landsliðum Íslands og vakja athygli þar eins og segir, þannig að það er sambandi við eftir undankeppni EM með yngri landsliðum Íslands. Hver eru næstu verkefni þar og hvernig leggjast þau í þig? Næsta verkefni er september, vináttulandsleikir með 98 landsliðinu og ég stefni bara að fara það. Þú ert nú búinn líka að vera í kringum æfingarhópinn í meistaraflokknum og hefur fengið svona að spreyta þig örlítið, verið í hóp, verið að spila á undirbúningstímabilinu og annað. Hvernig er það að vera með eins og til dæmis Rækó og Fannar svona með sér á æfingum og eru þeir leiðbeinar, eru þeir góðir kennarar, er þetta mikil samkeppni? Já, þetta er náttúrulega fyrst og fremst bara góð samkeppni og þeir eru báðir frábærir markmenn og ég hef lært fullt af þeim. Til dæmis, þú lærir miklu meira þátt með öðrum markmennum heldur en þú ert einn. Þannig að þetta er jákvæð samkeppni og þetta er bara mjög flott. Aron, takk kærlega fyrir þetta. Gangi ykkur vel á 50 dagum. Býstu að spila jafnvel? Já, það er svona 50-50, kemur ljós í dag. Takk fyrir Aron, gangi vel. Takk fyrir.